einfalda svarið væri ég að selja skartgripi. Ok, það alltaf viðtækt. Ég veit það. Já. En þetta líka miklu stærra heldur en það. Ég að reyna að kenna breytta kauphæðun í raun og veru. Þá eru skilabúðin í mínu vörumerki Avelin Rey að eiga minna en eiga betra. Hvað eiginlega í loftinu hérna á H9? Akkur bara þegar maður sest hérna niður, það bara svona kemur eitthvað yfir mann. Já, það var einmitt komið maður að skoða skrifstofaðstöðu hjá mér daginn og hann sagði að það væri eitthvað svona róandi ára hérna og ég var bara ok, já, það bara lýsingin. Já, ég finn þetta bara, ég er búin að eiga pínu svona tens morgun og búin að vera að flýta mér á síðustu stundu og eitthvað. Já. Svo kem ég inn og ég sest og ég bara ok. Já, og ég held að það svona skiptur svo miklu máli hvernig maður velur húsgögnin, hvaða litiði og tóna og áferðir og svona, þú veist, við og allt þetta. Já. Það skiptir bara miklu meira máli heldur en bara að það sé eitthvað trend eða tíska. Það hefur, þú veist, hvað sé, andleg áhrif. Já, algjörlega. Maður finnur það bara með þessa fluffy móttu og bara hvernig að hafa fæturnar á svona mjúku, þetta gerir eitthvað fyrir mann. Mér langar bara að næst fái bara teppi og bara, eða sæng bara hérna í stúdíu. Við þurfum alltaf bara að taka þátt bara upp í rúmi hjá Tech, bara inn í Tech verslunni. Já, ég veit ekki, við hefum kannski ekki mikið komið inn á það, ég þáttunum hingað til, en við erum með þetta í samstarfi við Tech áfram. Já. Og þau sköffuð okkur þessi dásamlega húsgögn. Já, þau eru náttúrulega bara að gera stúdíóið. Já. Þannig ok, við erum óskaplega þakkláttar. Við erum það. Já. Og það er bara svo þægilegt að taka upp hérna og vera hérna. Við erum alltaf eyðum miklum tíma hérna þó við séum ekki að taka upp. Já, gerum það. Já. Ég bara tók 3 fundi hér í gær. Í alvörunni? Já. Já, ég trúi því. En ok, ég ætla að spyrja þig. Já. Hvernig finnst þér að vera orðin podcaststjarna? Aðvarpstjarna? Sko, ég viljandi að leiða þetta einhvern veginn svolítið frá mér. Ok. Ég veit ekki af hverju, en svona, þú veist, ég ógeðslega spennt fyrir þessu, ég ógeðslega spennt, ég elska hvað margir búin að senda á okkur og eru actually að hlusta. Já. En það eitthvað, ég veit ekki, þetta kannski eitthvað þessi sjálfsgagnrýni sem maður eitthvað fastur, af því ég minn harðasti húsbóndi og mjög ég með harðar kröfur á sjálfa mig. Þannig ég ligg við alltaf svona, takk fyrir rósið, en hann segir mér svona í alvörunni. Ég ligg við oftast með það feedback. Já. En þetta alltaf lærdómur. Ég að læra að hafa ekki allt fullkomið. Og þetta bara sjúklega góður lærdómur. Ég ætla að hrósa þetta. Mér finnst þú standaði ótrúlega vel í að vera bara pínu svona með fokkið hugafar. Já. Bara já, þetta sjónarhorn ekki fullkomið og þetta hefði mátt verið betri lýsing en bara út með þetta. Let's go. Já, það er pínu líka skilabúðin. Þetta þarf ekki að vera fullkomið. Það það. Og þetta verður betra og betra vonandi með hverjum þættinum. Já, ég hugsa það. Við erum alveg að læra, ég er búin að læra hafsjó. Já. Síðan við byrjuðum. Og þetta alveg búið að vera upp og niður. Við erum búin að fara í gegnum allan tilfinningaskalan. Bara þú varst á einu tímapunkti bara ég hætti við allt. Já, ég er alveg búin að segja bara alltaf. en þetta samt líka svo gaman af því að viðtökurnar hafa verið svo góðar. Ég veit það. Þetta búið að vera, þetta búið að vera geðshræring. Já. Það er orðið. Allur skalinn. Þetta var náttúrulega all-nighter þarna nóttina áður en fyrstu 2 þættirnir lánsuðu. Svo er ég bara náttúrulega þakklátt fyrir fólki sem er í þessu með okkur bak á tjöldin, ef það væri ekki fyrir þau þá væri ég örugglega komin inn á það væri við örugglega farnar í slag sko. það væri ekki þessi þáttur í tökum núna. En við ætlum að vera 2 í dag. Já. Og við erum að taka þetta upp daginn sem að 3. þáttur kom út. Já. Með Söru. Erum búin að heldur betur fá góða viðtökur. Já. Þetta var líka ótrúlega skemmtileg þáttur. Já. Og við segja sjálf frá. Já, og mér finnst bara líka þessir hinir 2 þættirnir einhvern veginn þar sem við vorum 2 og svo með Davíð og svo núna Sara í framhaldinu. Þetta er svona mjög breiður skali af umræðefnum og þættirnir framundan. Þetta er ekkert eðlilega gott line-up hjá okkur. Já, og það er líka bara viðtökurnar hafa verið. Það er allt svo jákvætt, það er allir til, það er allir pepp fyrir þessu. Þannig að við erum að gera kannilega eitthvað mjög gott. Ok, þetta er bara, þessi þáttur áttu ekki verið eitthvað sjálfsagt, við erum duglegar og flottar, en ég meina gefum okkur klapp á baki. Aðeins. Smástund. En í dag, þá ætlum við að taka umræðefni sem að ég held að sé mjög viðandi fyrir þáttinn og svona konsepti í heild sinni og þetta er stórt og mikið hugtak sem við ætlum að ræða. Þetta er rauninni bara fyrstu skrefin við stofnun vörumerkis. Já, þetta er heldur betur
stórt og hægt að fara víðan völl. Já, en við hugsuðum þetta svona fyrir fólk sem komið með hugmynd, ekki farið af stað og þetta í raun og veru fyrir alla sem eru, hvort sem það með hugmynda, vöru, þjónustu, fyrirtæki, bara námskeið, verslun, bara ef þú ert með hugmynd og veist ekki hvar þú ætlar að byrja. Já, þá ætlar við svona næsta skrefið. Já, bara næsta skrefið eða fyrsta skrefið. Já. Þannig að við ætlum aðeins að reyna að kjarna þetta. Já. Og þegar maður fer af stað með svona, þá to-do-listin mjög, mjög langur. Heldur betur. Og hann getur, og hann ekki eins og svona línulaga sem væri þægilegast. Hann er svo mikið kriss og kross. Og það svolítið erfitt og þá fyrir marga getur það þá bara orðið yfirþjálfandi og bara, þetta bara nógu, af því að þau eru kannski komin of langt í endan á listanum áður en þau tóku bara fyrsta tikkið. Einmitt. Og ég held að það sé það sem við þurfum svolítið að fara inn í. Já, af því að það sem við ætlum að tala hérna, það í rauninni bara grunnurinn og það svo mikilvægt að fara í þennan grunn, af því að þegar þú fer svo áfram, sem að bara sé tröppugangur, þegar þú fer svo upp á næsta skref, þá verða allar þessar spurningar og allir þessi atriði sem þú þarft að haka við, auðveldri þegar þú ert búin að vinna grunninn, af því að þá ferðu bara þangað og spyr, passar þetta við? Akkurat. Þetta? Já. Þannig að við ætlum að reyna að svara því hvað fólk á að gera áður en að fer bókstaflega af stað. Já. Og það svona grunnvinna. Já. Sem að í rauninni bara að greina markhópin og gera skilgreina vörumerkið þitt. Já, og kannski bara hvað gildi þú ætlar að vinna eftir, sildi að segja svolítið svona einhvern ramma, bæði upp á framkvæmdina og svo bara fókusinn. Bara, alveg rétt, ég að stefna þangað. Já. Af því það munu koma 100 raddir og tillögur og alls konar leiðinni sem rosa sniðugt og margar aðeins góðar að afvegast ekki af leiðinni sem að þú varst búin að samt sem áður sita þér af stað með, skilur. Já. Ég sé það þyrfti að helst núna að koma svona teiknumynda því ég að sjá þetta svo mikið teiknað. Já, nei sko. Það sem ég að reyna að lýsa. Veistu hvað ég hugsa? Hvað? Mér finnst þetta eiginlega næstu hræstni að við séum að hugsa, sita hérna og tala bara þú verður að vera rosalega fókusaður í byrjun og vera með rosalega afmarkað. Hvað gerðum við þegar við vorum búin að ákveða að byrja með þetta podcast? Við vorum komnar fram úr okkur bara á fyrsta klukkutímanum, sko. Við vorum bara búin að setja heimasíðu við loftið og byrjaði bara að koma með námskeið sem við ætlum að vera með einhver tíman og eitthvað. Áður en við vorum í rauninni bara búin að læra á upptökugræðina, sko. Það rétt. Þú veist, við fórum svo fram úr okkur og því að þetta líka það sem að gerist, held ég. Já. Þegar fólk svo spennt og veist, ég þekki þetta, get ekki sofið bara á spenningu og þú ert komin lengra og lengra og þetta allt svo spennandi og gaman. Springa á hugmyndum og bara endorfinið í botni. Og þetta besta tilfinning í heimi. Já, hún það og það ástæð fyrir að maður alltaf í þessu. Já. Til að fá þessa tilfinningu. Já. Og auðvitað ótrúlega gaman og ég þekki þetta sjálf að hafa bara legið heilu næturnar bara að skrolla og vera að skoða einhverjar litapallettur og leturgerðir áður en ég var kannski fyllilega búin að skilgreina markhópin. Já. Og ég ætla ekki að banna fólki að gera þetta því að þetta partur af svolítið gaman og þetta alls konar pælingar og allt það. Já. En það verður svona tilhneiging til að bara komast ekkit áfram af því að þú ert alltaf komin of langt áður en að þú ert í rauninni búin að byggja grunninn. Þannig að ég held að sé alveg algengt að fólk vilja bara byrja því að velja nafn og kaupa lén, gera logo, opna Instagram síðu og allt þetta. Já. Áður en þú ert í rauninni búin að svara spurningunni bara hvað þú ert í raun að selja, hverjum ert að selja þetta og af hverju ætti einhver að kaupa af þér. Já. Þetta í rauninni. Hvað þörfum ert að mæta og hvað lausn ertu með einhverjum vandamálum. Það alveg sammála. Já. Skulum fara aðeins í það en mér langar þetta ekki einu sem planað áður við byrjum. Nei. Við að kynna nýja samstarfsaðala okkar. Ekki spurning. Ég ætla að taka eitt mjög krispi hérna. Ég ætla líka. Ok, mér er alltaf langa að gera þetta. Var þetta ekki að skera í eyrun á okkurum? En við erum ekkert, eða ég tala fyrir sjálf mig, við erum ekkert eðlilega ánægð með þetta nýja samstarf. Mjög. Skál. Skál. Við erum að tala Crystal Plus. Já. Sko, ég ætla bara í minni einlægni að segja að ég vissi ekki alveg hvað Crystal Plus var eins og hann í þeirri mynd sem hann í dag. Nei. Ég var ennþá lituð af gamla Crystal Plus sem var bara með sigri og svona
Já, allan ekki mín típa af kristall sem ég náttúrulega bara elska bláan kristall. Já, þú ert svolítið í honum. Ég kristallkona. Jú. Nei, ég bara þegar við fórum og fundið hérna með snillingurum hérna í Ölgerðinu og þau voru að kynna þetta konsept, ég tengdi líka Kristall Plus bara við hérna mjög góða reyndar en sigraða drykk. Já. En þetta hins vegar bara hreint vatn með 80 grömmum koffíni, D-vitamin og zinki. Já. Og er bara, og þú veist, það sem ég fíla því ég ekki mikið í orkudrykkjum fyrir mér það svona trít, að fá mér eitt kollab það svona trít vikunar. Já. Það ekki bara eitthvað að ég vakna alltaf dag og fá mér eitt kollab. Nei, ég ekki. Þannig að þetta passar rosalega mikið inn í svona mitt day to day að fá smá koffín, ekki 105 mg koffín. Já. Og þú veist, bara geðveikt benefit að það séu vítamin í þessu sömuleiðis og zinkið sérstaklega fyrir mig. Já, akkurat. Nei, ég alveg sammála, maður finnur alveg mun á að drekka drykk sem 80 mg koffíni eða 105 sko. Já, eða það ekki. Jú, og líka að því að þetta þú veist, tannvættir ykkur, ég hugsa mikið það, ég vill ekki drekka þessu orkudrykki aðalega út af því sko, hún hugsa sýrist í á tönnunum. Þannig að... Núna því að Veitu, ég með hindbyrja fersku, hvað ert þú með? Sko, ég með kristall. Ég með blábyrja og granatepla. Kristall. Já, ég með plúsin. Einmitt. Þú ert búin að fá þér þannig ég kannski ekki þampa annan núna. Nei, en það annar hann í hillunum fyrir aftæði. Fyrir ykkur sem að horfa. Já, en þetta passa líka bara svo vel við konseptið í þáttunum. Þetta náttúrulega bara skýr fókus, taka af skarið, þau eru svolítið að vinna með það í markaðsherferðinni, einhvern veginn að taka skrefið. Akkurat. Og einhvern veginn, það sést. Hverjir taka skrefið. Já, heldur betur. Þannig að við erum bara ótrúlega ánægð með... Já, þetta var góður auka plús í þáttinn. Akkurat. Við setjum hérna báðar í Lindex buksunum okkar. Rétt. Þetta fer að vera vandrarlegt með mig og Peggy. Ég fer ekki úr þeim. Ég bara búin að vera í mínum meira og minna í sumar, þannig að já, það passar eins og þess að fórum... Hvaða típa ert þú eftir með... Nea. Nea, já. Ég bara, mér finnst þessa sem ég í Peggy, þær eru bara eins og joggingbuxur sko, þetta svo þægilegt. Þannig að vera þægilt og þú veist, einmitt aftur þeir sem eru að hlusta, þá sit ég hérna í bara einhverju svona halvri jókastuður líka við hérna og þú veist, ef ég í gallabuxum, það verður að vera þannig, ég verða að vera í þægilu. Já, bara ég ekki að fara að vera í gallabuxum sem eru óþægilegar, það bara til svo mikið þægilegum buxum að ég bara myndi aldrei. Lífið stutt fyrir óþægilega buxur. Nákvæmlega. Þannig að við þakkum Lindex og Skór.is fyrir að vera með okkur líka og öllum öðrum samstarfsaðilum, kom kannski betri inn á það á eftir. Já. En hvernig eigum við að byrja þessa umræðu? Ég veit það ekki, þetta svo stórt. Ef það ekki koma okkur inn í málana. Umræðefnum þáttarins. Umræðefnum þáttarins. Jú. Hérna, þú talar áðan, þú varst með punta svona fyrir að byrja átt að sá því fyrir hvernig þú ert að selja. Ef ekki bara byrja þar. Í raun og veru, hvað þú ert að selja? Já. Hvað ert að selja og fyrir hvern? Já. Finnst mér svona, eða þetta svona eiginlega sama, eða þetta er ekki það sama. Ef við tökum núna bara eins og þitt vörumerki, Avelin Rey, það er mjög gaman að taka það því þú ert að vinna í því og er náttúrulega ástæða fyrir bjóst til þetta hlaðvarp í rauninni. Þannig að ég ætla bara, þú ert núna viðmælandi minn. Case study, ekki planað, en jú, gaman að taka þetta út það er bara óslega skemmtilegt. Þannig að bara segðu mér aðeins frá vörumerkinu og hvað þú ert að selja. Ef ég svara þessum spurningum bara, hvað ég er að selja og fyrir hvern? Já. Ok, sko, einfalda svarið væri, ég er að selja skartgripi. Ok, það er alltaf viðtækt. Ég veit það. Já. En þetta er líka miklu stærra heldur en það. Einmitt. Mér líður ekki eins og ég sé að koma með vörumerki og hlutverki mitt sé að selja skartgripi, af því að ég er að reyna, ef ég er að selja eitthvað, þá er ég að reyna að selja breyttan hugsunarhátt. Ég er að reyna að kenna breytta kauphæðun í raun og veru. Okay. Ég veit að fólk hugsi öðruvísi ekki bara skartgripi heldur bara almennt. Þá eru skilaboðin í mínu vörumerki Avelin Rey að eiga minna en eiga betra. Okay. Og þetta er ekki einhver tískubóla eða eitthvað svona sem ég er að taka upp hjá mér eins og ég segi bara núna, þetta hefur verið bara í mörg ár hjá mér, ég var með heimasíðu árið 2017 sem heit minimalist.is út frá einhverju skólaverkefni og það snýst ekki minimalískan lífstíl, heldur bara basically að einfalda lífið og ég nenni ekki að eiga drasl, ég nenni því ekki. Nei, og ég er sammála og svo líka svo leiðilegt þegar maður ætlar að fara að losa sig við drasli, þegar maður er að fara
bara að taka til heima á sér, þá maður bara, ég að fara að hendi söllu? Akkurat. Að því ég ekki að fara að selja þetta drasl. Nei. Og líka, sko, þú veist, ég búin að hugsa svo mikið þetta og þetta bara eitthvað svona sem ég ætla svolítið að einblína á, bara, þú veist, maður á svo mikið af öllu, eða flestir, en þú notar kannski bara eitthvað brot af því. Veist, ég alveg viss það, þú átt helling af hálsmunum og skartgripum heima hjá þér, en þú ert kannski bara að nota 2-3. Já, en ég myndi hins vegar einmitt aldrei henda að gefa einmitt eins og bara gullarbandið sem ég fekk frá ömmu minni. Nei, en notar það mikið? Nei, reyndar ekki heldur. En ég ömulegt dæmi. Ég aldrei með skart. Já, nei, ok, en ég bara tala þú veist, heilt yfir, ég var þannig til dæmis, Ég flúra með skartið mitt. Já, nákvæmlega. Nei, mér finnst bara líka sorglegt þegar fólk kaupir sér dýrahluti, hvort það skartgripir eða töskur eða fatnaður og það alltaf að spara það. Já. Bara, þú ert að kaupa þér flott ilmkerti, en kveikir aldrei á því að þú ert að spara það. Já. Bara þetta tvennt, einhvern veginn, eiga góða hluti og nota þá. Það kjarnin hjá mér. Já, sammála. Þannig að það svona, þú veist, ég get alveg farið dýpra í þetta, en ef ég ætla að svara þessu bara stuttan hátt, þá þetta það sem ég að selja. Ég að selja skartgripi sem að endast, sem að þú þarft ekki að eiga mikið, þú ætti bara að eiga nokkra, og nota þá. Ok. Svo þegar við hugsaum þetta lengra, þú segjum að ég orðin viðskiptunni hjá þér og ég búin að kaupa með skartgrip. Hvernig ætlar að fá, því að þú vilt einmitt helst að fólk sé ekkert endilega að kaupa marga skartgrip, það sem þýðir þú ætlar ekki að fara í magsölu, þannig ætlar að fara í fáa gæðasölu. Nei, ég aðalega að hugsa sko, ég ætla ekki að vera með, þú veist, brjála úrval. Akkurat. Ég vill alveg að viðskiptavinunum mínum langi í allt sem ég að selja, en það bara ekkert rosalega mikið í boði. Fattar þú? Það ekki allir og amma að fara að vera með þetta kannski. Nei, ég að meina að þú ferð ekki, ef ég væri með fysiska verslun, þú ferð ekki að inn og úrvalið er svo yfirþyrmandi. Þetta bara svona færri en betri hlutir. Ok. Og þetta ekki trend-based, en þetta þú veist, klassískir hlutir en samt með svona einhverju tvisti, þetta ekki boring. Já. En þetta á að vera eitthvað svona sem að frekar tímalist, þannig að þú kaupir þetta og getur notað í mörg ár, þetta verður ekki bara orðið outdated eftir ár. Nei. Þannig að ég hlakka til að sýna þér, ég ekki búin að sýna þér mikið. Sko, ég náttúrulega bara, það eins og ég sé bara að fá þér sem nýja viðmælandi en það, því ég bara við höfum ekki haft tíma til að tala þetta. Nei. Þannig að bara mér finnst að gera þetta hér. Ég hef ekki verið að vinna, þú veist, í þessu núna og bara ég finna eldurinn aðeins að kveikna aftur og ég hef líka verið feimin við að tala þetta því að við veit ekki af hverju maður réttum einhver stelu hugmyndinni eða einhvern veginn að ég sé að tala þetta of snemma, það líka eitt sem ég langa að ræða við þig. Hvenær á maður í raun og veru að byrja að tala hugmyndina sína? Sko, þetta náttúrulega mjög svona stór spurning af því að það fer eftir ertu með hugmynd sem þú þarft að vera með einkaleyfi á. Þannig að þeir sem að koma með til dæmis einhverja nýsköpun eða eitthvað sem það aðgrandi eða einkennið eða uník, þá myndi ég alltaf segja fólki bara með byrja að fara í hugverkastofu bara og kanna réttindi sín áður en það byrjar að tala þetta opinberlega. En ef það komið lengra en það, þú veist eins og... Ertu þá að tala hugmyndin í heildinni eða bara nafnið eða hvernig... Vörumerkið. Já, bara, þú veist, konseptið alveg. Bara vörumerkið. Já. Þannig að sumir hafa farið og fljótt á stað án þess að tryggja vörumerkið sitt sem dæmi. Já. Og þá er svona erfitt að líta svo í baksinspilin og hafa svona ekki kannað þín réttindi. Nei, ég veit það. Já. Það ótrúlega svekkjandi en ég að hugsa þetta út frá líka sko, ég hef heyrt það frá fólki að það sé feimið við að leita til dæmis bara til fjárfesta og tala hugmyndinu opinberlega að reyna að fá fleiri með sér í lið af því þau eru að halda hugmyndinni og konseptin fyrir sig af því að þau vilja, þetta er svo góð hugmynd og þetta er svo geggja, þau vilja ekki einhver annar taki boltan og laupi með hann. En ég held til dæmis þarna, getur við tekið punta frá því þegar við fórum á fjárfestakynninguna. Þetta snýst eiginlega, það er til milljón góðar og vondar hugmyndir. Það er oftast manneskjan á baku hugmyndina sem verið að fjárfesta í og ég hef séð það svo oft, ég hef alveg unnið með vörumerkjum sem voru bara með brandingið upp á sko 10,5 og bara allt auglýsingefni og bara allt geðveikt en manneskjan á bakviða var bara ekki takt. Það varð aldrei neitt úr þessu og það brenda hún í skuffu, geggja hugmynd geggja brand með allt bara vákvæmt á flott
og það vantar bara einhverja aðra rétta mannskil, þannig að þetta snýst alltaf fólkið. Já, það snýst alltaf fólkið Já. og þó einhver ætla að kópía einhverja hugmynd þá verður það aldrei eins. Þú einhvern veginn tökum bara öll þessi íþróttaveru merki sem eru núna. Þetta ekki ósvipaðar vörur þannig séð en skilabóðin og einhvern veginn brandið og allt eru ólík. Já. Þannig að þið langar frekar að kaupa svartar íþróttaleggings þarna frekar en þarna kannski bara út af mannskjum sem er að selja það eða þarna kemur alltaf vissulegin alveg bara styrkleiki vörumerkja inn 100%. Og auðvitað líka mismunandi gæði í vörunu og allt það, ég segi það ekki. En segjum bara hypothetically, við erum ekki að segja þetta sér sama, en bara þetta væri sömu buxur, mismunandi vörumerkja á hvoru og þú myndir velja A frekar en B. Þá það líklegast, ég ætla að segja sér 3 áhrifaldar á bakvið. Það merkið, þú veist að hitt meira trending eða eitthvað slíkt, það kúltúrin á bakvið vörumerkið, að því að bara, og það eitthvað sem að verða stærra og mikilvægir í dag í marketing að búa til ákveð culture í kringum vörumerkið, þetta snýst ekki bara brandið og svo það fólki á bakvið. Þannig það væri eiginlega alltaf áhrif á þættinir, svo náttúrulega verð og allt það, en segjum bara að kosti það sama. Þá þetta 3 stærstu áhrifavaldunir á bakvið, okkur myndir velja A frekar en B. Já, og þá það væntanlega líka þannig að hvert vörumerki fyrir sig sennilega að targeta bara einhvern ákveðin hóp. Þú ert ekki, að því við erum að tala íþróttafatna, þú ert ekki að targeta sama markhópin þegar þú ert að leita til 20 stelpna og bara miðaldra kvenna, sko. Nei, og ef þú ert með, og ef þú væri með sama varan passa fyrir báða aðla, þá myndir þú tala einmitt allt öðruvísi og sína allt öðruvísi visuals og allt annað fyrir 20 versus 40, skilur við. Og bara öðru sem miðlum og svona. Allt annað. Þannig að þá erum við kannski komin einmitt í næsta punkt, þú ert búin að skilgreina hvað þú ert að gera og þá þarf að tala fyrir hvern. Já, og þarna fæ ég oft bara mjög oftast nær, bara mjög opinsvör, að því að vilja allir náttúrulega bara ná að selja öllum, oftast nær. Og þá oftast bara mestu mistökin. Já, það bara stór mistök og fólk festist svolítið í þessu demographics, þú veist, í rauninni bara í kyni, í location, í afsakið enskusleftur, ég vinn náttúrulega bara með ensku eiginlega alltaf, þú veist, í kyni, í staðsetningu og í aldri. Það svona oftast nær það sem að fólk svolítið festist í, en gleymir kannski að hugsa hegðun, áhugamál, einmitt, þú veist, hvernig viðkomandi vill það gæði umfram magn, vill það, þú veist, vill viðkomandi upplifa að fá betri þjónustu versus hraðaþjónustu. Akkurat. Þú veist, að fara alveg í þessar spurningar það sem mun hjálpa svo mikið til að búa til hann skýrleika. Já, búa til í rauninni þennan customer persona sem það heitir. Í rauninni. Eins og ég gerði hjá mér þegar ég var í þessari grunnvinnu. Ég bjó bara til mannesku sem ég að selja, eða sem minn drauma viðskiptavinnur. Og bara allar ákvörðin sem ég geri, hún ekki til, en ég sé hana fyrir mér og ég bara búin að láta eiga að gera mynd af henni og bara, búin að sjá fyrir mér frægar konur sem bara, þetta hún. Og hún hefur ekki, hún framakona eða í góðu starfi að því að hún á efna að kaupa vörðum mínu þegar þeir eru dýrari heldur en bara af Shein og svona. Og hún hefur ekki mikinn tíma á mótnana til dæmis til að vera að velja úr einhverju miklu, hún bara vill, þetta á bara að vera klárt. Og hún kannski ekkert, ég ekki að segja að hún sé ekki tískudrifin, en hún vill ekki þurfa að spá of mikið, vill ekki þurfa að ofugsa, bara eins og ég. Hún vill bara vera alltaf stílhrein, flott, tilbúin af stað. Bara eins og ég nenni ekki vera alltaf að kaupa mér föt og nenni ekki vera alltaf mikið ég bara í ykkur svona klassísku, ég alltaf bara í gallabuxum og svörtum bólu eitthvað, þar sem við sem að geggja að geta bara verið með flott hálsmenn og eyrnalokka og þá finnst mér ég vera tilbúin, en ég nenni ekki að vera ofugsa þetta, vera alltaf bara að kaupa mér nýja og vera, þú veist, einhvern veginn. Þannig að ég vil að þetta sé bara það sem að bara í hennar DNA og þetta svona gerir hana tilbúin, hún ekki tilbúin fyrir hún búin að setja á sig skartið og ég upplifi þetta líka sjálf, þú veist, ég nenni ekki að vera alltaf að spá í nýjast, hvað buxur hvað sniða buxum í tísku en ég bara, mér líður ég tilbúin þegar ég búin að setja með þessa eyrnalokka, veistu ekki flottir? Jú, mjög flott. Já, þeir eru frá mér. Já, flott. Þannig að ég að tísa. En
sko, ok, ég ótrúlega ánum með að þetta bara klárlega rétt leið, þú ert alveg á 100% rétt leið. Já. Ertu búin að búa til svo aðra personu, að því hver sá á heimilu sem kaupir oft skart fyrir þína konu? Einmitt. Þannig að þú þarft líka að hugsa, ok, svo ertu bara með annan markup, það eru bara karlmenn og það verður kannski sterkasti hópurðinn. Sko, karlmenn eru stór partur af mínum, hvað ég segja, target hóp, af því að þar finnst mér líka að vera gata á markaðunum. Akkurat. Og ég kannski bara uppleystur á einhverju og bara verðum að góða einhverju allar að stela hugmyndinni, en mér finnst vanta bara svona klassíska skartgripi fyrir karlmenn, af því það er að verða meira og meira. En ég almennt að tala bara karlmenn sem kaupendur af skartum fyrir þína konu. Það er nefnilega líka, af því að skart er mjög vinsæl gjafavara. En ég held einhvern veginn, það er mín upplifun og svona hjá konum í kringum, ég veit ekki hvernig það er hjá þér. Ég segi bara hvað mér langar í þegar ég er að tala um afmælisgjafir, jólagjafir og eitthvað, þeir eru ekki kannski að fara að finna það sjálfur, en ef að það er þannig í mín tilviki. Ég held að sé yfirleitt þannig, sko. En þá vilt einmitt, en svo eru líka, nú tala maður bara alveg út frá sjálfur sér, það er líka til kallmenn sem að það er líka til kallmenn sem að hugsa einmitt, er að kaupa fyrir mömmu sína, er að kaupa fyrir systur sína, frængur, dætur sínar, konunu sína. Þetta er svo mikið að leið og þeir líka þekkja og sjá, ok, Avelin Rey skarti hér, það er greinilega konur sem er að fíla þetta er, ég væri á réttir leið ef ég væri að kaupa skart hér. Er til þannig kallmenn? Ég þekki ekki, ég er náttúrulega bara eitthvað svona gift guide fyrir kallmennina í mínu lífi, bara þegar pappi þarf að kaupa eitthvað fyrir konuna sína, þá vil ég bara að þið komið til mín. Það er líka pínu ástæðan fyrir því að ég bjóð til þetta merki, sko, því að ég bara einhvern veginn, þá er ég bara með þetta, sko, bara ég vantaði gjöf, gjör svo vel. Þetta á líka einmitt að vera pínu hugsunin, sko, þegar ég vantaði gjöf fyrir bara hvert sem er, þá á þetta að vera gjöf sem að bara klikkar ekki, sko. Og þá þarf þú að vera búin að byggja upp þannig vörumerkja vitund hjá báðum kynjum, þótt þetta sé fyrir þína actual konu sem þú ert búin að búa til sem svona aðal markhóp. En hinir markhópinir eru kannski þeir sem verður svo mest influenced líka, þannig að þú þarft líka að tala til þeirra á þann hátt að þeir viti þetta er örugg vara, þú veist að, og bara ég tek sem dæmi bara persónlegt að ég elska að fá nudd og svona degur og þannig gjafir og maður minn bara veit það og hann keypti daginn fyrir mig hjá bara einhver merki sem ég hef aldrei heyrt þá var ég alveg bara svona einhverju merki, nudd tíma? Já, nei, eitthvað andlitsbað og ég var bara eitthvað svona hvernig dattir í huga að kaupa þetta, ég bara vissi ekki eins og þetta væri til þessi stofa ég bara hvaðst að gera mér en þá var hann greinilega búin að vera að fá auglýsingar frá þessu merki, ég veit ekkert hvað merkið þetta er. Ok, þetta er mjög góð búndur. Já, þannig að skipta svo miklu máli að hugsa líka, þetta er markhópurinn sem á að vera með vörun sem er bara líklegastu til að fíla vöruna, elskana, skilja gildin og allt þetta. Svo þarf þetta að hugsa kaupenduna. Já, algjörlega. Og þetta er einmitt, kannski svona pínu seasonal, maður getur targeta þennan hóp sérstaklega, kannski kringu jólin og svona, en svona almennt í umræðinu að gleyma ekki þessu, af því að skartgripir eru... Já, þú ert alveg á réttri leið, 100%. Ok, við þurfum að fara betra í þessa greiningu, ég þarf að bera margt undir þig. Já. Ok, þá erum við komið með þetta tvent, hvað þú ert að selja, fyrir hvern, þannig að við erum í rauninni bara að hvetja fólk til að búa til sinn customer persona heitir þetta vist fræðilega hugtakið. Þú ert bara búið til mannesku. Já, og það er og þetta getur verið einmannskja, þetta getur verið nokkra mannskjur. Þannig að það er alveg hægt að ég bý bara til hópa. Ég er ekki kannski endilega alltaf með eina mannesku, heldur þetta meira svona, eins og bara svona ég bý til nokkur svona eins og síló af samfélögum eða þannig. Svona bý til ákveðin svona kúltúr. En ég er ekki að segja að það sé rétta leiðin. Nei, og ég mun örugglega búið til fleiri persónur því ég mun vera með breytt aðeins svona, þú veist. Já, en fræðin er alveg þar að búa til persónu og svolítið svona manngjörna gefinni nafn og allt þetta. Það er alveg svona fræðilega nálgunin, en út frá því bara hvernig kauphegðun er að breytast í dag og hvernig svona hegðun bara fólks er að breytast og
með bara samfélagsmiðlum og öllu þessu, að þá svolítið svona, finnst mér líka hvernig ég að nálgast hlutina búin að breytast með því. Þú veist, ég, bara eins og með rjóðumynstrið, eins og með skjól, peysuna. Ég var ekki búin að teikna prjóna konuna, en ég var búin að meira svona búa til bara svona hvernig ég sá samfélagi fyrir mér í kringum þetta. Af því að þetta þú veist, það svo breytt, þú veist, þau hafa öll sameiginleg gildi, það henni það sem saminar persónurnar, en það ekkit endilega sko sumar konunar og kallarnir þú veist, þau öll í mismunandi aldri, öll í mismunandi þjóðerni, öll í mismunandi lokei, ég hefði ekki getað að fara í þetta, en ég ákvað búa freka til svona, hvað sameiginleg svona einkenni, meira. Og hver voru þau? Þetta er ekki bara þetta fólk sem skaman að prjóna? Nei, ekki. Og það bara fullt af fólk sem kann ekkert að prjóna, sem að prjóna eða ekki að prjóna. Og hvernig valdur hennan hóp? Hvað gildi voru þetta? Í rauninni sko, þegar í textavinni og hvernig við ætlum að búa til efnið, þú veist, bara að velja þetta frábæra fólk sem kom í myndatökum með okkur. Þau þurftu öll að hafa, fyrst eiginlega var bara að þetta var að vera góða manneskjur. Þú veist, að vera andum annað fólk, að vilja sína samstuð, að hafa hugrekki til að vera svo bara í svona flík, af því það er alveg hugrekki. Þú veist, þetta ekki, þú ert að gefa skilaboð. Þetta ekki bara einhver peysa. Og þú þarft að velja þetta svolítið vel, af því þetta í raun og veru viðkvæmur málaflokkur og þú vilt að fólk tengi þetta við bara trúveruleika og einmitt svona góða manneskjur og einhvern sem getur staðið á bak við þetta heilum hug, og bara fólk sem til að styðja það, fólk sem til að tala við ókunna manneskjur, bjóðið velkomin. Þetta var svona, þannig veist, þarna gat ég einhvern veginn ekki búið bara til eina mannesku einhvern veginn. Ég varð að búa til kúltúr. Og þessi prjónakúltúr, ég ekki prjónakona en bara það sem ég búin að heyra frá þér og sjá eins og bak við tjöldin, þetta samfélag. Þetta samfélag. Vá, hvað þetta stort og mikið einhvern veginn, það sko tækifæri þarna til að búa til alls konar verkefni innan, þetta bara búið að springa svo út og búið að svo, við höfum rætt áður í þáttan hvað búið gaman að fylgjast með þessu. Þetta alveg rosalegt sko. En þetta bara svona gott dæmi þú veist, það væri svo auðvitað að segja bara í byrjunni að bara allir sem hafa gaman að prjóna, en þetta dýbra. Já, það getur verið bara 50 kona sem bla bla bla, skilurðu, en það bara hefði ekki meika sens í þessu tilfelli, þannig að þú veist, bækur og fræði segja eitthvað eitt, en svo þarf maður stundum bara svolítið að krassa út fyrir línutnar. Já, og eins og þú varst að segja áðan, varðandi hvað þetta hefur breyst bæði bara svona varðandi skilaboð og bara hvernig maður skilgrina hópan og svona, þá finnst mér einhvern veginn við vera komin á þann stað, fólk að gera bara kröfur upplýsingar varðandi innihaldsefni, varðandi svo margt og við erum bara komin á þann stað, þú getur ekkert plata fólk, aðgengi að upplýsingum orðið svo mikið eins og ég til dæmis núna að fara að vera með svona smá fræðslu bara skartgripi og efnin sem eru notuð, hvað gilling, þú veist, þegar þú ert að kaupa silfurskart með giltri húðun, hversu þykk þessi húðun? Þetta 14 kartgull, þetta 18 kartgull? Það vantar alla, þú þarft að taka mig svona kennslu. Ég að segja það, þú veist, fólk veit ekki, ég vissi þetta ekki þegar ég fór að kafa í þetta, en þú bara kaupir eitthvað og það dýrt og svo þetta bara að byrja að flagna eftir eina sundferð. En þetta held ég að verða ekkit mikið lengur af því að bara upplýsta kynslóðin, hvað heitir þetta, Gen Z og allt þetta, þau eru bara með ChatGPT, þau eru með Google, þau bara geta, þau láta ekkit plata sig. Ég held að við séum ekkit að fara að vera margar kynslóðar áfram með þessar dýru, töskur og allt þetta dýra því að fólk bara fólk veit núna upprunna af mörg bakvið margt að þessu. Nei, fólk veit bara að þessi 400 skróna taska ekkit úr betra efni en þessi sem ég held að þetta sé að þessu breytast. Já, það er það sko. Maður kemst ekkit upp með það lengur að leina, ég ekki að segja að fólk sé að leina upplýsingum, en fólk að fara að gera meiri kröfur neytendur að vita, þetta er svona dýrt, af hverju? Já. Þannig að, já. Akkurat. Annað, þú veist, að það er svolítið aðgreina þig, þú veist, að hvað gerir þig einstakann, hvernig er þetta aðgreina þig frá öllum hafsjónum af skarti sem er til og öllum samkeppnisaðilunum þínum, það þýðir ekki að þú þurfur að vera algjörlega með nýtt konsept algjörlega með nýtt konsept, en hvernig það þarf að vera eitthvað sem að þú ætlar að hafa sem að gera þig
uník. Já, og þetta er einmitt sko spurningin sem ég fengi þegar ég er með eins og ég sagði þetta er tímalausir klassískir skartgripir en flestir eru með eitthvað svona tvist, það er eitthvað sem að gera það svona auðkennandi en svo er ég líka bara með einfalda plain gullhringi og þegar einhver segir við mig, hannaðir þú þetta? Þá er ég bara það er til 1.000.000 gullhringir, bara eyrnalakkar en það er ekki neinir eins og þessir af því ég er búin að eyða ekkert eðlilega miklum tíma bara ég fullkomna festinguna hún þarf að smetla, það þarf að vera gæði í smetlinni, pinnin þarf að vera akkurat í réttri stærð fyrst og fremst snýst þetta samt efnið en ert þú ekki rauninni samt að hanna þetta? Þú sért ekki gullsmiðurinn Nei, ég er að framleita fyrir mig þú ert hönnurinn, þú ert að ákveða ég vil þessa þykkt, ég vil hafa þetta í þessar áferð, ég vil svona stein, ég vil svona festingu, ert þú ekki að ákveða það? Já, og ég er líka búin að fá ráðgjöf bara frá skartgripa hönnuðum og svona sem að, en ég er líka búin að fá 1.000.000 útfærslur af þessu og ég er alltaf að fullkomna þetta aðeins að breyta, aðeins að gera en á sama tíma hef ég verið feimin þegar þetta er svona plain að við að segja ég hannaði þetta af því að það er til, þú veist, svipaðir gullhringir en ég er að meina, þetta snýst ekki að þegar þú ert að búið til vörumerki að gera eitthvað alveg nýtt sem enginn hefur gert áður þú þarf bara að gera á þinn hátt og sama tíma finnst mér þetta ríma við það að vera ekki að hlaupa eftir og herma eftir þegar öðrum gengur vel bara eins og með orkudrykki þegar kemur þetta vinsæll orkudrykkur sem er bara í svakalega litrikum umbúðum og ótrúlega svona höfða til yngri hóps og þú sér það einhver gengur vel þú sér ég ætla að gera það sama þetta er svo vinsælt, ég ætla að gera það líka gerði frekar bara akkurat öfugt bara, mér finnst þetta svo algengt að einhver fyrir að herma eftir einhverjum og ég held að við sjáum það náttúrulega sérstaklega sterkt að við erum á svo litlu landi við sjáum það strax þegar að allir eru að byrja að fara í sömu áttina það er ástæða fyrir að heimilin hjá öllum okkar eru beige en svo fyrir þetta í Ítalíu og þá sérðu allan regnbogan, allir bara með sinn stíla því það er svo auðvelt að influensa okkur að því við erum svo nálægt hvort öðru það er svo stuttabóðurleiðir það er svo auðvelt að hafa áhrif sem er kostur og galli að sjálfsögðu og ég er eiginlega ekki að tala þetta út frá trendum þú veist, auðvitað er alltaf bara einhver trend og eitthvað vinsælt hverju sinni, skráir litir og allt þetta en ég er að tala bara þegar þú ert að byggja vörumerkið að þú þarft ekki að finna upp hjólið ég er ekki að finna upp hjólið með að fara að selja eyrnalokka og hálsmenn en ég er að selja allt öðru þessi konsept og einhvern veginn þó að ég sé að fara inn á markað sem er alveg vel mettaður þannig séðust það vantar ekki skartgripa merki á Íslandi en það er ekki með sama konsept að ég og þetta sem ég er að gera er ekki að því að öll hinn eru svo glötuð mér finnst bara fullt af fólki vera bara geggja hluti en það er líka, hann er eiginlega ekki mettað það er alltaf pláss og það er bara spurning hvernig þú ætlar að taka plássi ég sé gataðna þar sem ég ætla inn en bara flott að allir hinir séu það er einhverjir sem eru hérna í lágum verðflokki bara fyrir það sem að vilja það það er einhverjir hérna í mjög dýrum flokki bara gullsmiðir og bara sem að eru hærra en ég ætla að vera hérna á milli ég ætla að vera með góð gæði, aðeins hærri verð en svona meðalverðið en sumir velja hérna niðri sumir velja hérna en vonandi eru margir sem að vilja vera hérna á milli þannig að það er bara þú þarft líka einhvern veginn að finna þér þitt spott þannig að þetta er vonandi fólk að glósa hjá sér bara ég vona það auðvitað snýst þetta líka manneskjuna bakvið merkið og ég ákvað bara að vera mjög opin með mitt og ég er auðvitað núna að gefa upp bara fullt af upplýsingum áður en ég er rauninu búin að opinbera vörumerkið mitt en þetta finnst mér svo skemmtilegt að sjá bæði finnst mér fleiri og fleiri íslenskir frumkvöldar og fyrirtækjaeigendur vera að gera þetta sína baku tjöldin og þetta er það sem fólk vil sjá og þetta er bara absolutt þegar að Kim Kardashian var að byrja með Skims þá í rauninni þróa hún eiginlega heila vörulínu með fylgjendum sínum það var alveg ótrúlega gaman að sjá þetta og ég alveg bara tók virkan þátt það var bara hvort fílar þennan lit og það var bara poll í Instagram story hvort myndir vilja svona stretch eða svona stretch hvort finnst þið flottar á manneskinni þetta eða þetta sniða þetta svona saumar hinsegin saumar hún þróaði alla vörulínuna kannski ekki alla en stóran hlutaði með fylgjendum sínum
ok, gaman að setja sig frá þessu og þá ætla ég með núna óopinbera eitt sem ég ætla að gera ákvað fyrir löngu ég ætla að gera svona testgrúp ok, það mjög snill wear test já. Og núna ég búin að nánast fullkomna loksins 3 vörur og ég ætla að byrja bara á því að panta kannski 30 stykki já. Og ég ætla að gefa, ég ætla bara að velja svona kannski 20 manna úrtak eða eitthvað, þú ert á listanum og þetta kannski svona 5, 6, 7 aðalar sem ég þekki sem ég treysti að munu segja mér og ég ætla bara að gefa þessa skartgripi og í raun og gegn því að þú notir þá í svona 2 vikur og ég vil að þú fara með þetta í sturtu og ég helst að sofa með þetta og svona og svo vil ég bara fá allt ég vil bara, var þetta að meiða þig var þetta óþægilegt var bara að var erfitt að festa eyrnalokkin eða er þetta búið að flagna eitthvað eða finnst þér stærðin mætti vera aðeins ég vil bara heyra þetta og þetta svona það bara the point of it nei, ég að segja, ég bara vil að fólk sé heiðalegt og svo ætla ég panta stóru pöntununa kannski mun ég þurfa að gera breytingar þetta er pirrandi að því að þetta tekur svo langan tíma og allt það en ég gef ekki út vöru nema ég sé 100% ána með hana og ég skal satt lofa því það verður alltaf eitthvað bara eins og með þetta hlaðvarp en ég til í að vera með eitthvað svona ok, pakningarnar er kannski ekki alveg þetta náðu allan svona 90% og bara let's go ekki með vöruna sjálf, það má ekki ég bara núna orðin líka það þrjósk að bara smetlan og festingan og allt þetta verður fullkomi, ég skal gefa einhvern slaka með umbúðunar með markasefni eitthvað en í þessum fyrstu vörum sem ég er búin að vera núna í heilt ár að þróa þær fara ekki bara út fyrir hann að þær eru komnar og ég held að sé eiginlega bara að vera það sko þannig að spennandi ok, loksins þegar þetta hlaðvarp og allt þetta er komið ég flutti allt þá get ég bara farið að tala við mín og konu og setja framlýslunni í gang ég verð að gera það sko en hvað ertu stödd svo með? Af því að nú eru komið með hvað þú ert að gera og fyrir hverja svo þurfum við alveg að fara í vörumerkið ertu komið með vörumerkið ertu komið með alla fagur fræðilegu hlutina? Ég kom með logo og það kom mjög snemma hvar fyrstu það? Sko, ég byrjaði nú bara þetta var eiginlega þannig að ég skýrði vörumerkið mitt út frá hugmyndinu sem ég var með í kringum logoið ég bara var búin að vera með þetta fast í hugunum að ég vildi gera logo sem væri samstæðst úr 2 stöfum þannig ég vissi alltaf að þetta þyrfti að vera 2 orð og svo einhvern veginn var ég var með annan nafn upphaflega sko og endaði síðan á þessu og það er smá saga bak við það þetta ég veit ekki hvort þú vilt fara í það jú, ég alveg til að heyra að því að fólk spyr mér Avelin Rey hvað því ég veit ekki hvað því nei, þetta þurfti að uppfylla svolítið margt þetta þurfti að vera bæði hafa einhver íslenska tengingu og ganga erlendis af því ég er að hugsa stórt og þetta þurfti að vera 2 orð til að geta verið með logoið og þetta þurfti að hafa mér langaði að hafa svona einhverja tengingu við skart, eitthvað svona sem að glitrar og það er semst Rey það er bara Sunshine Ray geislinn, hann svona glitrar og Avelin, það kom til mín á svo skemmtilegan hátt þegar ég var búin að vera að velta þessu fyrir mér fram og tilbaka og var með annan nafn í huga sem ég var samt svona aldrei almennilega ána með en svo fór ég bara í grillveislu fyrir ári síðan svona fjölskyldugrill í Guðmundarlundi og þar kom frændi minn hann Arnar, landsliðstjálfari í fótbolta Arnar Gunnlaugs með litlu dóttir sína sem að heitir Avelin og mér hef alltaf fundist þetta bara svo fallegt nafn og einhvern veginn, hún er svo mikið krútt og mikið dúlla og einhvern veginn bara þegar ég sá hana og ég sagði eitthvað svona hi Avelin og ég bara ok, of course og bara þetta small bara eitthvað og ég fór bara heim beint eftir þessa grillvislu og bara keypti lénið, gerði Instagram ég bara, þetta var aldrei, hugsaði þetta ekkert lengra sko og svo það er svo góð tilfinning þegar maður finnur hennar smell það er bara, það er allt af falla heim og saman já og svo fekk ég svona tilfinningu bara ég verð að spyrja þau hvort að ég megi nota nafnið og þá var ég svo hrædd og þau myndi kannski segja æ nei eitthvað svo hugsaði ég alveg svona þau svo sem ekki það nafn og ég vissi alveg að þau myndi eiginlega ég vissi alveg að þau myndi ekkit fara að segja nei þú mátt ekki nota það en ég vildi samt ekki taka sjansin að það gæti sagt nei en ég bara ákvað að gera þetta og kaupa lénið og gera logoið og svo sendi ég á þau
þá gáttu ekki sagt nei, sem betur fyrir voruð þau bara ótrúlega ánægð og sérstaklega litla frænka mín og hún verður bara svo sem fær fyrstu verður, hún bara þannig að þetta hefur líka svona persónulega tengingu. Kemur flugvél. Já. En allar svona sögur sem að eru með svona persónulega tengingu, það til dæmis eiginlega bara svolítið svona gull fyrir vörumerki. Já. Að geta verið með, eins og vörumerki sem hafa langa sögu, langa fjölskyldusögu, sterka fjölskyldu tengingu, skemmtilega, hvernig nafni var til, allt þetta er það sem náttúrulega kveikir í tilfinningum og það sem við viljum helst ná í öllu saman, þessum hafsjóf auglýsingum og efni sem við erum að sjá á sekundu fresti, að leið og nærði einhverju dýpri tilfinningarlegri tengingu við aðra mannsku með eins og svona sögu, það er alveg eitthvað sem þú getur ekki sett pening á. Nei, það er nefnilega máli, og þetta er bara heilagur sannleikur, en ég er samt svo ánægð að ég náði, þetta var ekkert planað að það var ekki markmið mitt að finna nafn sem hefði einhver svona persónuleg tengsl við einhvern fjölskyldumeðlim eða eitthvað þannig, en þetta gerir samt það verkum og mér þykir ennþá vænn nafnið og mér finnst gaman að segja þessu sögu og svona. Nei, og þetta strax kveikti tilfinningu af mér þegar þú ert búin að segja mér nú söguna. Já. Ég er miklu sterkari tengingu núna við nafnið. Já, þetta er ekki bara eitthvað svona random. Nei. Þetta er Avelin bara sem ég finnst fyrst og fremst fallegt nafn og það uppfyllir allar þessu kröfur og þetta er litla frænka mín og þetta er Ray sem að því er svona eitthvað sem glitrar og gísli og bara mér finnst þetta fallegt saman líka. Ég er bara að byrja núna að sjá fyrir mér og hlustendum eru líka að vera komin. Ég er bara komin í Guðmundulund og fyrir mér er núna, þetta er svona seinni parturinn á sumarkvöldi og þeir að grilla og litla frænkaðin hleybranda til og þú fær svona og ég er komið þangað. Skilur, bara því að heyra því segja þessu sögu. Þannig að fyrir þá sem eru að stofna vörumerki, ég er ekki að segja að allir með einhver svona crazy frábæra sögu, en þú sér bara eins og vorum að tala um það í Orden og þú varst að segja mig frá þeim. Þau kynntust bara í janúar, en einhvern veginn sagan þeirra er það sem fær mann til að halda með, þannig að það á að segja meira sögur, það á að sína meira frá behind the scenes, hvað er að gera, bara erfiðum kvöldum sem taka erfiðar ákvarðanir sem múst að vinna langt frá eftir nótt að pakka inn einhverjum pökkum og þú ert bara eitthvað fastur í haustum að þér, leið og allt þetta kemur og ég held að þetta sé stór ástæð fyrir því að dóttir Skinn er til dæmis með svona mikla farsæld, er að því að Helga Sigrún, hún er bara búin að galopna sig, hún leifir öllum að fylgjast með það bara þegar hún er búin að óvart senda á, ég veit ekki hvað marga einhvern tölvupost skilur og hún er bara crap. Nei, það er þetta, hún er ekki bara að sína þegar það gengur vel. Hún er ekki bara að sína bara hvað er gaman, af því það er fullt gaman og svona, en guðmengur hvað það er líka margt erfitt og leðilegt og hvað maður veit ekki og einmitt svefnlausar nætur og svona, sína það líka, ekki vera bara með einhverja hvað allt er erfitt og leðilegt, bara sína allt. Og það er það mannlega og við viljum sjá að því við erum byrjað að fá svo mikið efni sem er svo tilbúið, sem er svo yfirbóðskent, sem er svo fullkomið. Allt þetta er það sem gerir okkur mannlega og þetta er lykillinn. Þetta er það sem við viljum, þetta er efnið sem við viljum sjá. Já, og það væri alveg auðvelt að einhvern veginn annarkvort eins og flesti gerum alltaf bara sleppa því að sína baki tjöldin og hvað það tekur að byggja upp vörumerki. En svo er líka bara hægt að sína þegar allt er klárt og þegar þetta er komið og þegar varan er tilbúin. En eins og til dæmis ég gæti guðmengur, ég veit ekki hvað það eru margar seríur sem ég gæti tekið bara af mistökunum sem ég hef gert hingað til og ég er ekki komið með fullkomna vöru í hendurnar en allur tíminn, allir peningarnir og allt sem ég er búin að gera hingað til bara með því að reyna að finna rétt að byrgjan og framleiðandan fyrir mig og bara einhvern veginn komast á þann stað sem ég er komin að núna árið setna. Það er hægt að kransa þetta vel og ég menn alveg, það er alveg bara sérþáttur hvernig maður finnur byrgja og framleiðanda og allt þetta og mér langar alveg að gera þannig þátt bara hvernig ég fann minn. Ég náttúrulega endaði að fara bara út á sýninguna í Ítalíu og það er mjög áhugavert. Og svo bara það að þú varst bara tilbúin til, þú varst búin að finna sýningu, þú varst tilbúin til að setja peningi að fara á svo sýningu, taka áhættuna, kannski hefði verið algjört flopp og þú hefði verið bara frábært. Ég er búin að eyða öllum þessu pening, eyða tíma mínum að fara á svo sýningu, en það er líka þetta, taka þess að bæði ert að hlusta á innsæðið og þú ert að taka líka mega hugrekki skref. Þú bara kannski sér það ekki akkurat þá. Jú, þarna var ég líka bara búin að vera í marga mánuði að fara hina leiðina, að panta alls konar pröfur og vera í samskiptum við fólk bara,
einhver fólk út í heimi sem ég vissi ekki, veist, mér fannst bara betra að fara á staðan, hitta fólki, sjá vörurnar og ég var líka bara með hluti, ég vill svona Akkurat. og það var bara miklu effektira að fara en fyrsta daginn þá bara var þetta svo yfirþyrmandi og þetta var svo risastórt og ég var bara einhver einarna stelpa frá Íslandi og þetta voru allt bara eitthvað fólk frá risastóru merkjum, risastóru byrgjar og margir sem ég talaði við, sérstaklega þessi ítölsku framleiðendur voru bara Til hvers hafa ég talað við þig? Bara frá Íslandi. Nei, við erum að segja bara þú veist, og fyrsta daginn þá kom ég upp á hótel og ég var bara voru þetta mistök að koma ég veit ekki hvað að gera gekk ekki fyrsta daginn. Það er mjög auðvelt að bara ég ætla bara að panta mér á hótelið og vera bara hér. Já, ég hugsaði bara ég er þá allavega að læra hans á þennan heim og ég fæ einhvern innblástur og ég sé hvað í tísku en ég er allavega örugglega ekki að fara að finna framleiðendan eða ég var alveg komin þangað, ég var buguð fyrsta daginn. Það vantaði Davíð inn með jákvæðnis. Þannig að hann fór kvöldið þegar ég var búin að þramma þarna í 12 tíma eitthvað, þá var smá bugun að því ég var bara shit, í hvað er ég komin en svo bara gerðist töfrar daginn eftir og bara allt ræðast upp, þetta er náttúrulega fáránlega saga þetta bara manifesti 700 veldi hvernig þetta kom til. Ég verði nú bara eiginlega að fá þessa konu sem ég kynntist hann úti bara í viðtal og ég bara, hún er bara orðin svo góð vinkona mín og þetta er bara, þetta er ekki saga, það er sérpartur. En á þess að þetta snúist allt mig og svona, þá var þetta... Þetta búið mjög gaman að taka þetta svona. Þú veist eiginlega búin að vera bara viðmælandi minn í þessu öllu saman. En vanlega það sem ég myndi svo spyrja næst væri, einmitt út frá því bara hvaða logo ert með, hvaða litapalettu, það er það sem ég myndi spyrja mína viðskiptavinni og út í allt þetta og svo í rauninni bara hvernig tónn og skilaboð við erum með og hvernig við erum að fara að tala til annarkvort ákveðna persóna eða ákveðna hópa eða bara almennt, er þetta hver eru gildin og allt þetta, er það að tala er það að nota emojis eða ekki, þetta er það sem ég myndi fara í út frá marketing hlutanum og þetta er rauninni vinna sem ég og pínu eftir ég kom með logo og alltaf og þau eru bara í einföldum, þau eru bara í útgáfi svörtu, hvítu og gildu en ég er ekki komin lengur en það en ég er alveg búin að eyða mörgum kvöldum í að skoða leturgerðir og allt þetta en svo poppar upp hjá mér einhvern veginn ég þarf fyrst að klára þessi grunnatrið, ég er ekki komið umbúðurnar til dæmis. Nei, þá er bara mjög gott að vera ekki búin að... Nei, þú veist, ég þarf samt að ákveða litapaletun og letur áðurinn fyrir umbúðunar, en þú veist, þetta einhvern veginn, ég get ofhugsað þetta svo svakalega, en á einhvern tímapunkti, þá þarf maður pínu bara, fuck it, þú veist, ég get alltaf breytt leturinn setna, en ég get ekki látið þetta stoppa mig í að vera að panta umbúður, að því ég er ekki búin að fullkomna litapaletuna, eða ég er að velja á milli einna 3 leturgerða, þú veist, þetta er svona einhvern veginn, þú veist, maður þarf stundum bara pínu að ekki gera bara eitthvað en þetta minnum alltaf á þegar ég var að tala við Vilmu inn í fyrstu seríunni hún var einmitt að tala þegar hún keypti logo á einhverju síðu ég man ekki, hún sagði bara eitthvað hún keypti bara á einhverju ég man ekki hvar og mér fannst þetta svo flott hjá henni að segja þetta bara að þetta er pínu svona, ég ætla ekki að segja þetta sé þú veist, skömmustulegt og mér finnst þetta ekkert að ég skal bara segja það er bara rosa mörg fyrirtæki sem eru líka stór fyrirtæki í Íslandi sem eru með logo frá bara einmitt síðu eins og Fiverr eða Canva. Akkurat. Ég veit fyrirtæki. Ég veit það líka, en hversu margir af þeim koma hérna í hlaðvarp sem að fær mörg þúsund manns að hlusta og segja bara frá því eins og ekkert sé, að því að ég veit að það er stór hópur að núti sem að hefur hrist hausinn og bara keypt en logoið þarna og ég veit að það er alveg grafískir hönnir og allt sem að hrista hausinn og allt það. En auðvitað væri best að hafa fengið eitthvað grafískan hönnu til að gera logoið. Það væri líka... Það er kannski... Þetta er svolítið að byrja og þá ertu þarna í Fiverr. Það væri best að hafa grafískan hönnu. Það væri líka best að hafa tölvunafræðing til að setja upp heimasíðu fyrir. Það væri best fyrir þig að hafa einhvern starfsmann til að pakka öllum pöntunum. En þú verður bara að velja í hvað þú ætlar að eyða peningum og í hvað þú ætlar að spara. Þannig að mér fannst þetta bara svo gott hjá henni. En og svo má ekki að gleyma, það eru líka til, ég hef reyndar ekki áður keypt af Fiverr en það er bara mjög vinsæl síða en svo er til eins og bara hvað heitir hún? Þetta er bara freelancers.com Upwork, freelancers, það er til hann marga síður þá ertu með í rauninni hönniði sem eru einyrkjar
sem eru að taka bara minna fyrir. Það er líka hægt að fara ódýrar leiðir en fá samt hönnun og svo náttúrulega maður ekki, en ég er meira til í að fólk fari þá leiðina heldur en fara að láta klót eða gerfigreind búa til bara eitthvað merki og allir enda með svona sirka bát sama merki. Sko ég fekk og ég vona að höfniður séu að janka með okkur Já, að þetta er viðkomum bræða sko. Já, og þetta er mjög viðkvæmt. Ég er alveg smá hrædd að vera við erum að fara á sprengisvæði að vera að fara inn á þetta að hvetja fólk til að fara að kaupa sér inn á Fever og svona þetta er alveg umdeilt en ég get sagt fyrir því, ég leitaði til íslensk hönnuðs og ég fekk tilbúið bara upp á mörg 100.000 sko. Ég bara hafði ekki tök á því. Nei, og ég ekki eins og með fyrir mitt ég hannaði mitt sjálf, ég er ekki hönnuður. Nei. En ég fekk svo bara aðeila sem er bara líka með gott auga til að fara yfir og bara svona er ég alveg út af það þekju Einmitt. Sko ég fór inn á, ég held hún heiti Fever síðan sem ég fór inn á sko og gerði svona samkeppni en ég setti bara inn hugmyndina og svo gæti fólk í raun tekið þátt og svo valdi ég einhverja nokkra kandidatur sem komist áfram sem þróuðu hugmyndina en ég sá bara strax í bara fyrsta úrtækinu þá sá ég bara ok, þessi er með þetta og þá fór ég valdi hana bara strax og hún þróaði þetta með mér og mér leið betur að vera ekki að láta marga vinna mikið og svo bara, sorry, þú ert bara að leggja fullt að vinna í þetta en takk fyrir þig, takk fyrir ekkert en þannig ég einhvern veginn var heppin að ég fann bara strax og tengdi við hana og hún er bara, ég veit hvað mannskett er og ég er ekkert búin að vinna meira með henni heldur en þetta logo en ég gæti bóttið tatt samband við hana og þetta er ekki bara eitthvað notendur í bæ, ég veit bara ég veit hver þetta er en ég er mjög ánægð með þetta logo, það er mjög einfalt og einhvern veginn uppfyllir nákvæmlega það sem ég var búin að sjá fyrir mér en hefði aldrei getað búið til sjálf þannig að, varstu búin að sjá það? Nei, ég er ekki búin að sjá það en með þú ert að það er hérna þú er að koma með það nær en allan með við erum að skoða það og þetta getur vel verið degi eftir að þróast eitthvað en ég þurft að byrja mjög stílhreint það er mjög mikið þú eða það ekki? Jú. Ég einhvern veginn bara það er bara mjög fallegt ég er ótrúlega ánægð með þetta en ég er opinn fyrir þróun á því ég sé alveg fyrir mig líka bara mynstrin og annað sem við getum gert í markasefninu með við getum gert rosalega búið til alls konar skemmtilega mynstur út frá því hvernig sveiginar eru í merkinu mjög skemmtilegt það er gaman líka að hugsa vörumerki út frá því hvernig getur notað það annað en bara sem merki þegar þú ert að auglýsa vöruna heldur líka hvernig getur nýtt þetta í efni með já, og þess að ég vil grafa þetta logo bara í merki með hann eða svona æðna sem hangir þarna þegar maður er með svona framlengingar á hálsmönnum og svona þannig að þetta verður svona auðkennandi sko já, skemmtilegt já, þannig að það eru pælingar á baku þetta og allt það en það er svona pínu það sem maður fer í þetta er svona eitt af því sem ég fór fram úr mér með já það munu allir alltaf vera og það er bara, það er engin að fara ekki fram úr sér og þarna fyrir líka svolítið eftir sko þú ert greinlega með sterkt auga þú hugsar út frá visual hlutum það er ekkert allir með þá eiginleika þannig að svo er kannski annar sem er ótrúlega sterkur í tækni og fyrir bara að kóða yfir sig eða eitthvað skilurðu eða mjög sterkur í að hugsa fjármálin sem að er eitthvað sem að ég bara ég er alltaf bara nenn ekki að spá í sko ég er náttúrulega bara Guðs lof fyrir payday bara ef þeir væri ekki með svona einfalt kerfi þá veit ég ekki alveg hvernig minn rakstur væri sko nei, einmitt og þetta er einmitt það sem að ég er að ætlaði að koma inn á varðandi það að í framhaldið að því sem þú ert að segja ég er með sterkt auga í þessu og ég bara hef gaman af þessu og þessu svo verði ég líka að geta viðurkennt þetta er ekki minn sterki eiginleiki að einhvern veginn hugsa viðskiptalega hlutar sem er risastór partur af þessu þar þarf ég bara að fá ráðgjöf og þetta er bara varðandi bókald og þetta er varðandi verðlagningu og bara allt þetta að því að þó að mann langi að gera allt sjálfur og gera allt þá einhvern veginn, ég held að sé ekki til svo manneskja sérstaklega sem er ein að stofna fyrirtæki sem að uppfyllir bara og getur verið góður í öllu og mér langar frekar að bara geta borgað einhverjum til að hjálpa mér ef ég er ekki með einhvern bara á kantinum skilur sem að gera frítt þá vil ég frekar bara geta keypt mér ráðgjöf
og einbeitt mér þá að hinnum hlutunum og ég held að sé líka margir sem að vilja gera eitthvað en eru kannski bara alls ekki sterkir í markasetningu eða eitthvað og geta þá keypt sér ráðgjöf. Já, en svo það líka annað. Það var margir komið til mín bæði þegar ég var á stofu og þegar ég var hér, bara sem náttúrulega höfðu ekki efna að vera á auglýsingastofu. Það náttúrulega bara stór kostnaðarlegur í sér öllu að þú þarft að koma vörunu út og skilabóðunum út að þá fara með fólk að reyna að gera þetta sjálft og því miður þá bara eru kerfin orðin það flókin að það bara orðið mjög erfitt en hins vegar þarf ekki alltaf að fara sko alla leið og aftur núna, þetta líka smá hættusvæði, ég ætla heldur ekki að ef þú hefur efna á stofu þá auðvitað fer á stofu og það borgar sig alltaf margfalt tilbaka að því ég líti á þetta sem fjárfestingu en ekki kostnað. Þú ert að bara fjárfestingu þú að kemur tilbaka. Ég hugsa það líka þannig. Ef þú setur 1 milljón í markaðsefni þá færði það tilbaka margfalt. Og það góða í dag er að þú getur séð það miklu fyrr ef það er að skila sér tilbaka eða ekki. Já, en þetta er bara eins og með grafíska hönnun. Það væri geggjað ef allir getur farið bara fyrir grafíska hönnun. Það væri geggjað ef allir getur farið til stóra stofurna. Já, en núna í dag er bara líka markaðsheimurinn að breytast það er komið fullt af einyrkjum. Að fara þá kannski til að byrja með til einyrkja biðja viðkomandi segjum bara með það takmarkað efni, eða það takmarkað budget, fáðu ráðgjöfuna, keyptu ráðgjöfuna, láttu sitja upp fyrir því planið og í rauninni bara, hvert þú ætlar að stefna og hvernig, hvaða hópa, mögulega bara sitja upp fyrir því ef þú ætlar að vera samfélagsmiðlum sem dæmi, eða bara sitja upp birtingaráætlun að í hvaða útastöðum þú átt að vera, því þau eru með aðganga miklu stærra gagnasafni á bakvið hvað er að virka á hvaða stöðum út frá hvaða markhópum að kaupa þannig ráðgjöf fyrst. Hjálpa þér að búa til stefnuna upp á fáir hennar skýrleika og fáir miklu meira út úr þessu litla fíði sem þú ert með úr að byrja. Í staðin fyrir bara svona í staðin fyrir að gera bara eitthvað og vona að besta. En svo ég held til dæmis ég náttúrulega er í þessu alla daga ég held til dæmis að flestir vissu að ef þú ert með Apple 12 og ert að bústa þá tekur Apple 30% kött af birtingafjörn til sín. Ég vissi það ekki. Ok, já. Þannig að það ef þú ert að geta bústtakkan á Facebook. Þá getur strax hent 30% í burtu. Þú ert að tala bara að þú ítir á bústtakkan en ferð ekki gegnum metakerfið. Er það líka þannig þá? Já, ef þú ert bara inn á Facebook, ítir á bústtakkan, þá ertu að borga Apple 30%. Ok. Já. Ég vissi það ekki. Ég þarf að double check hvort sé ekki örgland þá ég segi einhver vitleysu. Ég hef ekki heyrt þetta sko. Já. Þannig að þetta er mjög góður punktur einhvern veginn að yes, 30% service fee það er ennþá í gangi þannig að ef þú ert með iOS app ert með iOS kerfið 30% er líka alveg mikið sko. Það er bara helligs peningur fyrir þann sem er að byrja skilur. Þannig að það skiptir máli ég myndi frekar þá kaupa 2 tíma í ráðgjöf fá 2 til 4 tíma ég held að gerast lítið á 5 tíma 4 tíma, segjum 4 tíma í ráðgjöf, fá bara ótrúlega góðan ramma, góðan skýrleika og stefnu jafnvel láta sitja upp fyrir þig einhverja herferðir og þú svo ert bara að setja auglýsingar inn í þær herferðir skilur. Akkurat, ég er bara kennar á kerfin eða jafnvel bara aðstofa við þessi fyrstu skrif sem við erum að tala bara að móta markhópin og hver þú ert og hverju mútt að selja. Það er einmitt í þessum 4 tíma sem ég voru að hugsa. Já, einmitt. Það er náttúrulega það fyrsta og svo ferðu að targeta. En má ég hoppa inn í bara einn okkar vinsalasta lið sem að er æðibiti þáttarins. Heyrðu, það er heldur betur komin tíma að æðibita. Viðtökunum við æðibitanum er náttúrulega búin að vera heldur bara skemmtilegasta. Heyrðu, það er svo margir búin að segja við mig að þetta sé uppáhaldsliðið þeirra í þættinum. Já. Ertu búin að heyra líka það? Já, bara sama. Það eru bara allir bara, heyrðu, ég er spennt að heyra næsta æðibita. Ok. Þannig að það er rosa gaman. Og ég tek undir það, ég er spennt, við náttúrulega segjum hver annar aldrei. Við segjum hver annar ekki. Þannig að ég er spennt að heyra hver æðibiti vikunar. Heru, æðibiti minn í þessum þætti er í hjarta Hafnarfjarðar. Já, bara konceptið? Já. Ok. Sko, og eiginlega bara, í rauninni bara Hafnarfjörður komplett. Mér finnst, þetta er náttúrulega bara orðin eitthvað svona mesti stemningsbær sem ég veit um. Já, það er alveg bara... Og að vera með svona koncept eins og þetta, þar sem að, og þau eru náttúrulega að fá fólk bara allstaðar að. Í þetta er frítt. Þetta útskýrir konceptið bara fyrir... Í hjarta Hafnarfjarðar. Ég veit að þetta er... Já, þetta er tónlistarhátíð sem byrjar 25. júní og er til
1. ágúst. Já, þetta er nefnilega Og þetta er 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7 helgar. Já, það er eiginlega eina sem ég vissum þetta er ekki eitthvað ein helgi, þetta er bara svona ongoing. Þetta er bara ongoing viðburður. og þetta er alltaf 50 dagur, föstudagur, laugardagur og þetta er frítt. Hafnarfjörður er að styrkja þetta og náttúrulega fullt af fyrirtækjum og mér finnst bara það er einhver ótrúlegur andi yfir þessu. Þetta er bara svo geggjustemming, það er allt jákvætt í kringum þetta. Já. Mér finnst frábært hvernig þeir eru búin að þróa þessa hátíð og mér finnst bara frábært að þau skulle vera með hana og vera með þetta ár eftir ár. Æ, það er líka bara eitthvað Sem maður finnur bæjarfélag. það við, þegar maður kemur í Hafnarfjörð maður langar alltaf að vera svona partur af þessu samfélagi Ég veit. en maður líður samt ekki eins og maður sé út úr eða þú veist, maður er velkomin Já, þó maður allir sé ekki velkomnir. Hafnfirðingur Já, ég þannig að sammála. mér finnst þetta svona, ég veit ekki, mér finnst alltaf eitthvað svona Hafnfirðingur svo næs Já, og líka bara, það er skemmtilega búðir þarna og gaman að kíkja bara í bæinn þarna og einhvern veginn Já. svona svipa á Selfoss. já, ég ætla að segja örugglega, þú veist, Hafnarfjörður og Selfoss eru kannski svolítið svona svipu stemningsbæir. Já. Í alvörunni, Já, ég er bara virkilega að meina þetta er svona, þetta er svona minna roadtrip að fara í Hafnarfjörð Já. en svona þegar maður ætlar að gera sér ferð að gera eitthvað þá fer Já. maður á Selfoss og það er geggjað Já, þannig að það er bara eitthvað við þessa litlu bæi sem að einhvern veginn, mann er svo velkomin í það er ekki allir bæi þannig Nei, alls ekki. stundum er maður bara eitthvað fyrir geði í sjö ég er ekki, þú veist, já, ég er ekki að afsakið trufla ég er til. ég er að fara Já, en já, bara takk fyrir að taka vel á mót okkur já, ég ætla Bæjarbakinu. að þetta var æðibiti þáttarins, Já, alveg gaman. absolutt. ætlar að fara um helgina það? Nei, ég er að fara að Kalú, Já, eins og flest allir held ég. ekki ég skal skella mér Nei, en ég ætla að stoppa á Selfossi, vissulega, á leiðinni. Ég tek Hafnarfjörðinn. Ég keipti mér sem sagt í hittifyrra, keipti mér í búðinni á Selfossi sem heitir Motivo. Hún er geggjuð, hún er ógeðslega flottar vörur og hún er svo falleg, hún er með svona, og inni, ég elska þegar búðir gera eitthvað svona einkennandi hluti. Þau eru til þess með svona, það er svona viðarringur inn í búðinni sem hún getur bara sest inn í. Hann er sjúklega flottur. Er þetta fatabúð? Þetta er fatabúð, já, fyrirgeðu. Þetta er fataverslun Ok, og þau lappar inn í hana og þau eru með sko ótrúlega svona huggulega, svona, það er svona huggulega nærvera þarna. Þau eru með fallegt þjónustuborð, eða svona afgreiðsluborð og bara er að hella upp á kaffi, þannig að þú lappar einhvern veginn inn eins og sért að fara inn í ykkur svona, ég veit það ekki, þetta er ekki svona fatabúð, þetta er svona, þú ert að lappa inn í eitthvað svona konsept. ok, hvenær ætlum við að fara? Ertu ekki byrjað að sjá þetta fyrir þér? Nei, ég á pínu að sjá fyrir mér og ég sendi mér þess á þau í fyrra bara hver gerði þennan hring, þetta er svo styrlaður hringur sem þeir eru með það, mér finnst það svona einkennandi fyrir þessa búð. En ég keipti mér svona heilgala, svona útigalar ógeðslega svona pæju útigala, mjög flottur og ég held að í þessari útilegu þá seldi ég 8 svona galla. Er það grínast? Ég er ekki að grínast og það fór heill hópur sett á sunnudeginum í Motivo að kaupa svona leiðin heim. Þannig ég vona bara þeirra vegna að þau séu búin að stokka upp þessum útigalla. Ég veit ekki hvort ég er spenntari fyrir þessum viðar ringa þessum útigalla, ég vil sjá bæði it's a moment. Ég vil sjá það strax, en við þurfum líka að fara að gera okkur ferð, við erum alltaf að tala um það, núna látum við verða því. Við ætlum að láta verða því, fara saman. Ég er ofta á Selfossi, sko. Já, ég bara er alltaf býð til þér, ég þarf ekki að fara eintjók. Já. Ég segi svona, heyrðu, við ætlum að, við gætum alltaf verið með svona 7 tíma þátt, sko. Fyrir við líka gera bara svona, þetta var svona part 1. Já, ég ætla að segja, við erum margar punktar eftir, sko. Já, það eru margir punktar eftir. Samkeppnin og kross og... En ok, ef við tökum þetta bara svona örstutt saman. Já. Ef þú ert að byrja og ætlar að taka vinnuhelgi í að gera þetta, hvað þarfst að gera? Ég myndi segja, skrifaði eina setningu, hafði eina setningu á hreinu, hver þú ert og fyrir hvern þú ert að selja hlutin sem þú ert að búa til eða þjónustuna sem þú ert að bjóða upp á. Og af hverju? Já. Bara, að þetta snýst sko... Bara, ef einhver spyrði þannig að þú getur útskýrt þetta í eins stutt og einföldum máli og hægt er. Þetta heitir elevator pitch, bara, þú getur sagt bara 1 setningu, 10 sekundur, bara þetta er það sem ég er með og þetta er fyrir þennan hóp vegna þess að mér finnst þetta vanta. Já. Og bara talaði líka við fólk sem þú heldur að sé markkópurinn. Spurðu, ekki vera feimin við að tala um hugmyndina. Bara eins og Davíð var að gera með iPadin, bara þú nú í orku á flutun. Farðu þanga, farðu út ok, það líður öllum eins og fíblum að gera eitthvað svona asnalegt. En maður þarf eiginlega svolítið að hrista af sér, bara skoðanir annara. Ég er búin að þurfa að gera það með þetta hlaðvarp
þú veist, maður þarf bara að bara let's go, það er öllum sama og þú verður bara svolítið að bara hugsa út frá sjálfur bara þetta er það sem ég vantar, þá ætlum ég bara að gera það og við erum pínu að tala í kross við það sem við sögðum þarna fyrst af því að það var bara ekki verið að spyrja fólk um álit sem þú tekur ekki marka á, en þess vegna er ég að segja spurðu, eða þú ert að fá álit á hugmyndinni þinni, spurðu það fólki sem þú vilt fá svar hjá, ekki spyrja ég er ekki að fara að spyrja fólki sem ég veit að ég bara panta sér skarkribbi á Shein, myndirðu kaupa þetta, af því að svarið er örugglega nei, af því að þau er ekki að fara að kaupa þetta, það er líka allt í lagi. En hins að væri kannski gott að vita þá sem er að panta á Shein, bara að spyrja þá hinna spurningina sem að þú vilt til dæmis að vörumerkið sé ekki, skilurðu? Þetta er allt gögn, öll gögn eru nótæf, það er bara spurning hvað sjónarhótt þú ert að horfa á þau með. Samtalið er alltaf dýrmætt, akkurat. En mér langar smá að bæta einum punktin, að því við erum að tala um sko fyrir hvern og hvað þú ert að selja og það er svo gott að átta sig á því og ég tek þetta dæmi í öllum fyrirlestunum hjá mér að með garðklippur það langar engum að kaupa garðklippur, þetta er ekki sexy vara, þetta er ekki eitthvað sem að þú hengir fallið upp á vegginn hér, þetta er bara svolítið bara svona ömurlega leiðileg vara sem þú vilt helst ekki vita og eigir. En þér langar að eiga vel fallega snirta runna og þá er spurningin, er það því að þú vilt hugsa vel um umhverfið þitt eða það læti þér líða vel eða langaði bara í hrós frá nágrannanum. Það er þannig að garðklippunar er lausnin við þínum þörfum eða vandamálum. Skilurðu? Já, akkurat. Og þannig er spurningin bara hvernig ætlar þá markaðsetja garðklippunar. Þú veist, allar hugmyndir eru nefnilega ekkert jafn skemmtilegar og skartgripir. Skartgripir eru svo fallir, þeir eru glitrandi og þú veist, þú getur búið tengsl við þetta og svona, svo eru bara sumir með ótrúlega hugmynd sem er rosalega góð en hún er kannski ekki, hún er bara frekar leiðileg. Að það er að hugsa hvað gerir lausnin, skilur við, fyrir hvaða er hún að leysa. Selja vandamálið, eða lausnina við vandamálinu. Já, þetta er garðklippur frábært dæmi. Mér þetta líka í hug bara þvottasnúra. Akkurat. Eitthvað svona sem að, það er engin æstri að fara að kaupa sér þvottasnúru, sko. En það er allir spenntir fyrir því að allt sem getur aðeins einfalda lífi við þvottin, einhvern veginn skipulagið í þvottahúsinu, að selja það þá frekar. Já. Hugsið þetta aðeins lengra. Hugsiði sko alveg fram í hvað er virkni, hvað gerir hún? Hvort sem að sé hvað öðrum finnst viðkomandi, við vöruna sem er með hana eða hvað hún gerði eða bara hugsa þetta aðeins lengra. Að selja hælaskó að vera ekki bara að vera með svampbotnin eða svamp sóla með svona efni, hugsaði bara þú verður ekki að drepast í löpunum eftir 8 tíma. Akkurat, af því það kannski er markkópurinn þinn bara djammarinn sem ætlar að vera þá klúburinn lokar. Þið vantar bara eitthvað sem þú getur verið gæla í en verður ekki þreyttur í fótunum? Ég hefði þurft þannig sko síðust helgi. Að það? Já. Hvað, það var rosalega gæsin í gangi. Ok, ég er að fara á morgun og ég ætla að vera í mínum þægilegu en gælulegu skóm frá skór.is. Ég hef engar áhyggjur. Nei, ég var með töskunni og þetta eru mín stærstu mistök sumarsins. Þannig að þú þetta heyra auglýsingu bara ertu að fara út á lífið, þarftu þægilega skó, ekki eitthvað ekki enda á tánum haldandi á skónum að þeir eru svo illt. Ok, en gott, er það ekki bara, ég held að þetta sé það verður fróðlegt að vita hvernig viðtökurnar eru við þessum þætti og mér langar líka bara hvetja fólk til að senda okkur skilabóð ef það er eitthvað sérstætt sem að þið viljið að við tökum fyrir varðandi þetta, ef það er eitthvað spurningar sem vakna, en við erum ennþá með fullt af punktum bara þannig að þetta verði ekki 5 tíma þáttur. Þetta er bara part 1 sko. Já, en þetta er gaman og þetta var ótrúlega skemmtilegt spjall og bara takk fyrir í dag. Takk. Og við heyrumst aftur í næstu viku. Yes.